Hvað eru blóðkorn og hvað gera þau? Já, við þurfum kannski að byrja á að velta fyrir okkur hvað í blóði yfir höfuð. Blóðið gegnir ákveðnu hlutverki, það ekki bara hana til þess að gera ekki neitt. Það flytur súrefni, það flytur næringarefni, það flytur úrgangsefni. Efni í blóðinu gera við æðarnar ef ekki koma gött á þær. Megnið af blóður bara vatn. Vatnið og efnin í blóðinu sem eru pingulítil köllum við plasma. Síðan eru það blóðkorn og svo blóðflögur. Blóðkornin skiptast í tvo hópa. Það eru rauð sem flytja súrefni og koltvíoxíð. Í þeim blóðrauði sem efni sem flytur súrefni. Blóðrauði eða hemoglóbín samsett úr 4 prótínum sem eru fest saman með einni járnfrumeind. Þannig ef það vantar járnið þá dettur þetta í sundur og virkar ekki. Þannig að járnskortur þýðir að rauðu blóðkornin ekki alveg að virka, þá erum við ekki að flytja súrefni og koltvíoxíð líkamann og þá verðum við þreytt því við getum ekki brent matnum okkar þegar okkur vantar súrefni. Svo það hvítu blóðkornin. Hvítu blóðkornin, rauðu blóðkornin eru rauð en hvítu ekkert endilega hvít, að þau berjast við sjúkdóma. Og það eru til nokkrar gerðir, það eru T-frumur sem að merkja hvað á heima í líkamanum og hvað ekki. Það eru B-frumur, framleiða mótefni sem að merkir það sem á ekki að vera og átfrumur sem að éta upp það sem á ekki að vera þarna. Þannig að saman berjast þessar við sjúkdóma, svo það blóðflögur sem að gegna fyrst og fremst í hlutverki að fylla upp í sár. Þannig að saman hjálpa þessi hlutir, rauðu blóðkornin, hvítu blóðkornin og blóðflögurnar að láta blóðið virka. Svo eru sölt, næringarefni, úrgangsefni og alls konar hlutir í blóðinu sem verið að flytja annarkvort til líffæranna eða frá þeim. Þannig að blóðið í raun gegnir margþættu hlutverki.